Velkomin í Biblían á mannamáli. Ég sestu við mikrofóninn og hljóðnemann og kaffibolla minn og við ætlum að halda áfram að ferðast postulasöguna. Við erum að rifja upp saman upphaf kirkjunnar, frumkirkjunnar hér á jörð eftir að Kristur lifir, starfar, deyr, rís upp og fyrstu postularnir fara af stað og nú erum við komin út fyrir Ísrael. Fagnaðarerindi Guðs ríki sem Kristur boðaði að breiðast alla heimsbyggðina. Og bara áður við förum í svona næstu þætti þar að þá skulum við grípa niður í postulasögunni 13. kafla. Það segir svona, þið munið kannski í síðasta þætti vorum við að tala um það að Barnabas og Sál, þeir voru settið til hliðar þegar það var bænastund og þeir voru settið til hliðar og þeir báðu fyrir þeim og þau listu til að fara út úr Antíókíu í Sýrlandi með fagnaðarerindið allt rómverska heimsveldið. Og það segir svona í postulasögunni 13. kafla 14-16. Sjálfur héldu þeir áfram til Perge og komu til Antíókíu í Pisidíu. Það var Antíókía í Sýrlandi þar sem þeir voru í upprunalega og þar var komin stór og kröftugur söfnuður. En nú þetta var önnur stór og mikil borg í rómverska heimsveldinu, Antíókía í Pisidíu. Og þeir gengu á hvíldardegi inn í samkunduhúsið og settust niður. Eftir upplestur úr lögmálinu og spámönnunum, kannski að hinkræna við, þeir sem ekki viti hvernig þetta virkar, að þetta samkunduhús gyðinga var þeirra bygging þess að þið hittust til þess að eiga sína helgistundir, lesa upp úr lögmálinu sem voru Tóra, sem þá eitthvað úr fyrstu 5 Mósebókunum og spámönnunum, spámannsbækurnar í Gamla testamentinu. Eftir upplestur úr lögmálinu og spámönnunum sendu samkundstjórnin til þeirra og sögðu, bræður, ef þið hafið einhvern hvatningarorð til fólksins, takið þá til máls. Þeir var sem sagt boðið að ávarpa fólkið og hvetja söfnuðina á einhvern hátt. Þetta söfnuðu gyðinga. Og þá stóð Páll upp, benti til hljóðs með hendinu og sagði: Ísraelsmenn og aðrir þið sem óttist Guð, hlýðið á. Og síðan talaði hann. Og alveg eins, það búið að koma nokkru sinni fyrir hjá okkur og nú gerist það aftur, við lesum það í 13. kaflanum, að prédikun þeirra, það var alltaf tekið úr Gamla testamentinu, úr hebresku biblíunni sem við köllum Gamla testamentið, og þar voru tekin vers og loforð og orð Guðs sem bentu til Jesú og sem prédikuðu þeir í Jesú sem uppfyllingu þessara orða, þessara spádóma og loforða og svo framvegis. Þannig að þetta var alveg visspassi, svona töluðu þeir, svona prédikuðu þeir. Nú, þetta svona bara rétt til að gefa okkur innsýn í það að þeir eru farnir af stað. Páll og Barnabas eru farnir af stað og við tökum saman þetta var kallað trúboðsferðir Páls eða postulaferðir Páls og þetta fyrsta ferðin sem þeir eru á þarna eftir að það búið að samþykkja það að senda það út og í þessari fyrstu ferð þetta hafi ekki verið, það er áherslu að þetta sé á árunum 47-49 eftir Krist og þeir voru 3-6 mánuði af þessum tíma í Antíókíu í Pisidíu og svo fóruð til Íkoníum, þar voru aðra 3-6 mánuði. Þeir fóru til Lystra og kannski 1-3 mánuði þar og Derbe, aðra 1-3 mánuði. Og á hverju þessum stað voru stofnaði nýjir söfnuðir. Söfnuðir Jesú fólk sem tók trú á Jesú Krist og hreifst af honum og leyfði honum að koma og umbreyta lífi sínum. Og ef við kíkjum yfir þessa fyrstu ferð, ef við skoðum þetta ferðalag þeirra í svona fljótu bragði, þá fara þeir sem sagt að stað frá Antíókíu í Sýrlandi og halda vestur á bóginn. Þeir fara sem sagt, Antíókíu í Sýrlandi var alveg upp undir landamærum í það sem í dag kallað Tyrkland.
Þannig að svæði sem þeir eru á að starfa núna í fyrstu ferðinni meir og minna á því svæði. Galatíusvæðinu sem kallað sem í dag Tyrkland. En við skulum aðeins kíkja á hvað fara þeir. Það eru sem sagt bæði Barnabas og Sál sem leggja í hann. Og Barnabas þarna á þessu augnabliki, hann leiðir þetta. Hann leiðtogi leiðangursins og Markus sem við myndumst á, hann aðstofamaður og fylgir þeim. Markus sá sennilega farangur og önnur svona úrvinnslu verkefni, hagnýtt verkefni. Þetta var mikið ferðalag, þetta voru að ferðast langt og það var einhver járnbrautarlaustir flugvélar eða bílar, sko. Það voru skip og bátar og þau eftir að sjá það gerist ýmislegt þar. En hlutverk Markusar var miklu meira samt heldur bara að hjálpa þeim og þjóna þeim og vera töskubyrinn þeirra. Markus var sjónavottur eðlilega að mörgum af því atburðum sem gerðist og hann hafði verið sjónavottur af þeim atburðum sem leiddu til dauða Jesú. Þannig að hann var búinn og þarna í viðbúð safnaðan gríðarlegri reynslu og innsæi og skilning á því sem var að gerast og þetta átti að reynast mjög dýrmætt við boðum fagnaðarerindisins. Þannig að hann gat hjálpa þeim, Barnabas og Sál, að skilja samhengi sem boðunarinnar við líf og starf Jesú því hann hafði séð það og orðið vottur af því. Nú þessi þremenningar, þeir koma til hafnaborgarinnar Selefkíu sem við höfum áður minnst á, svona það bil 26 kílómetra frá Antíókíu og þaðan sigla þeir til eyjarinnar Kýpur, þið kannast nú í Kýpur. Kýpur það bil 100 kílómetra frá ströndum Sýrlands og tilheyrir héraðinu Kilikíu sem tilheyrir þessum tíma eða það sem við myndum kalla Tyrkland í dag og helsta útflutningsvara eyjarinnar kopar og þaðan einmitt nafnið tekið ef þið hafi ekki tengt það saman fyrr, Kýpur, kopar og þetta þriðja stærsta eyja Miðjarðarhafsins 220 km, þetta svona bara landfræðilegar upplýsingar, 220 km lengd, 90 km breidd það bil og þarna búa mestuleyti Grikkir. Það líka fjölmenni gyðingahópar, þeir voru dreifst út víða og þeir byrjuðu alltaf að fara í samkunduhús gyðingana. Og ef við rifjum upp frá því fyrir nokkur þáttum síðan, að þá verður mynd að Kýpur sem að Barnabas fæddist. Og þess vegna alls ekkert ólíklegt að þarna eigi hann ættingja og það hafa fengið góða móttökur. Nú, Barnabas, Sál og Markus þeir sigldu yfir og komu með skipi til Salamis, mikilvæg borg á austurhluta Kýpur. Þar var stórt gyðingasamfélag og þó nokkur samkundu hús. Þetta helsta borg eyjarinnar og Barnabas og Sál hefja þegar í stað að boða fagnarerindið Guðs ríkið, konungsríki Krists í samkundu húsum gyðinga. Þetta átti eftir að verða þannig þar sem þeir fóru, bæði þessari ferð og öðrum þeim ferðum sem að Páll fór, að þetta var svona fastu liður í þjónustu Páls eða Sál þarna. Hann boðar fyrst til gyðingana fyrir samkunduhúsinu, boða gyðingunum og síðan út til heiðingjana, annara hópa. En það átti líka eftir að sýna sig að hann átti eftir að sæta miklu ofsóknum frá einmitt gyðingunum í hverri borg, eða hverri borg sem hann heimsækir. Hann var ekki hræddur við að boða fagnarerindið. Hann sagði síðar í Rómarbréfinu 1. kafla: ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnarerindið. Það kraftur Guðs sem frelsa hvern þann mann sem trúir, gyðinginn fyrst og aðra síðan. Og þetta þýðir ekki það að allir gyðingar, stöldur maður við, þetta fínt að stöldur við, fá sér kaffisopa, kíkja hans á þetta. Hvað hann að segja? Það fyrsta, ég fyrirverð mig ekki, ég skammast mín ekki neitt fyrir fagnarerindið. Af hverju? Hann hafði samfærst það í eigin lífi og annara sem hann hefði séð að fagnarerindi Guðs ríkis í Jesú Kristi kraftur Guðs sem frelsar hvern þann mann sem trúir. Það
gríðarlegur leyndardómsfullur og mikill mystískur kraftur í fagnaðarerindinu. Ég get vitnað það í mínu lífi, fjölskyldu minnar, svo margra þeirra þar, fólki vina minna, fólki hér á landi, jafnvel sem ég þekki lítið sem ekkert, og út allan heim. Að það að mæta Kristi við boðum fagnaðarerindisins, þegar hann kemur, hans andi kemur og grípur hjartaðið, það turnar lífiðinu. Það umbreytingar afl sem eiginlega ekki hægt að lýsa. Þú getur reynt að segja frá því hvað gerist, það er kannski best að lýsa bara hvað breyttist við það, því það er mikið. Sjáum við til. Það er ekki tilviljun. Ef við tökum bara það sem eru langtleitir, og nú átti ég aldrei við það að stríða, og fjöldi mann sem hefur mætt Kristi og fengið að reyna þennan kraft átti ekki við neinu fíknastríða áfengisvandamál. Ég hef aldrei átt við það að stríða, og það var ekki þess vegna sem ég leitaði Guðs. En þeir sem eru þar stattir, og þeir eru fjöldamargir allan heim, fjöldamörg, og við vitum það fyrir víst að þegar kraftur Guðs kemur inn í myndina hjá þeim sem eru til dæmis að díla við áfengi eða efnafíkni einhverju tagi, ef að Kristur fær að komast að, þá grípur hann hjartaðir oft, þannig hann leysir þau. Veitu hvað kraftur er það? Og þetta á ekki bara með samhjálp. Ég var með að hlusta á þessar sorglegu fréttir núna að fylgjast með þeim í vikunni að þeir fengu ekki að opna kaffistofuna sína, allavega ekki í bíli inn á Grensásvegi, vonandi, og ég bið ykkur að bara vera áfram í bæn fyrir þeim að samhjálp fái sína aðstöðu, því þetta er gríðarlega mikilvægt starf sem að enginn er að sinna nema þeir á þennan máta sem þeir sinna því. Og Ísland þarf á því að halda, borgin þarf svo sannarlega á því að halda, ríki þarf á því að halda. Þetta myndi kosta gríðarlega mikla peninga ef þetta væri allt í höndum velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Þannig að þetta, og bara mannaflan sem þarna er. En samhjálp sinnir þessu starfi á mjög góðan hátt. En samhjálp vitum við að byggir á kristinni boðun og kraftur sem að þau treysta á að komi og hjálpi þeirra fólki. En, það er ekki bara þar. Þetta er líka í AA. Þar er talað reyndar í dag bara æðri mátt, ekkert bara, talað æðri mátt. Hvað eru að tala þar? Sama hlutin og hér. Það er einhver kraftur þarna, það er einhver í gangi þegar kemur að því að skoða aðeins út fyrir sjálfa sig og inn í þessa alheimsvídd þar sem Guð er og hans ork og hans andi og hans líf og hans vitund sem hjálpar þér og mér í lífinu og þessum og hverjum sem er. Það er það sem Páll er að tala hér. Ég skammast mín ekki neitt fyrir að tala þetta fagnaðarerindi. Ég veit að það fagnaðarerindi er kraftur Guðs sem frelsar hvern þann mann sem trúir. Og svo segir hann gyðingi fyrst og síðan aðra. Og þetta þýðir ekki það, já fyrst verða allir gyðingar að taka á móti sig og þá munu allir aðrir. Nei, það bara þýðir einfaldlega þetta fagnaðarerindi kom fyrst til gyðingana. Jesús var gyðingur, fæðist þar og starfar þar, lifir, starfar, deyr og rís upp. Þannig að þeir fengu fyrst að heyra boðskapinn og síðan aðrir. Og það er það sem er að gerast núna. Þetta var svona smá staldraðis við Rómarbréfið fyrsta kafla 16. versið. Þetta er lítið stutt vers sem fullt af krafti og við getum eytt öllum tímanum í það en við ætlum ekki að gera það núna. Jæja, þeir félagar ferðast þvert yfir eyjuna frá austri til vesturs og þeir predika í samkunduhúsunum. Og þegar þeir koma til Pafos sem var stjórnsýslu borg Kýpur, þá boða þeir fagnaðarerindið líka þar. Það sem gerist núna hins vegar er að leiðtogar samkunduhúsgyðinga í borginni hafna þeim algjörlega og við þurfum ekkert að hugsa það eitthvað djúpt og inn úr kjölinn. Við vitum strax í upphafi, þá voru mótbárur og andstæða sem þau fundi í Jerúsalem og hvar sem þau farið, þá eru gyðingarnir ekkert mjög hrifnir af því. Fyrir þeim var þetta bara svona villutrú. Messías, þeir trúðu að Messías myndi koma, honum hafði verið lofað, en Jesús Kristur, hann var ekkert Kristur, hann var ekkert Messías. Hann var bara trésmiðssonur frá Nasaret.
hvað gott getur komið frá Nasaret. Svo þessi hópur þarna var sama sinnis. Þeir höfnuðu þeim og þeir vildu láta refsa þeim fyrir að boða og æsa upp fólk í einhverju röngum kenningum. Svo postularnir tveir, Barnabas og Pál, eða Sál þarna eins og ég enn að tala Pál alltaf, eða Tamar að tala hann sem Pál, kemur að því eftir. Þeir eru bundnir við súlum og þeir eru húðstrýktir. Og hvað annað en þessi alræmda refsing. 40 högg mínus 1 frádregið, 39 vandarhögg. Grimmileg húðstrýking og grimmileg hegning. Það átti eftir að koma ljós þegar við komum í Korintubréfi, annað Korintubréf, þar talar Páll það að 5 sinnum hafi hann mátt þola slíkar húðstrýkingar af hendi gyðinga. 5 sinnum. Þannig að þarna í Pafos, stjórnsýsluborg Kýpur, í hans fyrstu trúboðsferð, þá fyrsta húðstrýkinga 5 sem að hann verður fyrir. Þannig að það ekki allt tekið út með sældinni fyrir þessa félaga að fara og boða fagnarerindið, en hann skammaði sig ekki fyrir það og hann hélt ótrúður áfram og hann hætti ekki. Þrátt fyrir þetta, ef við skoðið það var í gegnum postulasögun alltaf að það var alveg sama hvað var gert, sama hver ofsóknin það voru, sama hvað var reynt og sama hvað, það var allt gert til að stoppa þetta lið, það kristna lið, en það ekkert sem stoppaði það. Af hverju stoppaði ekki neitt? Af hverju óskopunum, hve margir myndi, eitt vandarhögg nóg, ég ætla ekki að fá 38 í viðbót, ég skal hætta að tala en Jesú, þetta hvað sem ekkert svo mikilvægt, mér bara, þetta skemmtilegt, þetta svona öðruvísi, nei, þess vegna las ég þetta vers áðan, ég fyrirver mig ekki, ég skammast mín ekki fyrir fagnarerindið, það kraftur Guðs. Þau höfðu upplifað og öll kirkjan, ekki bara þessi 2, ekki bara Markus með þeim, heldur söfniðnir allir í Palestínu, í Antíókíu og núna á fyrir utan, höfðu fengið að reyna og upplifa á eigin skinni hversu dásamlegt líf það var að tilheyra Kristi Jesú og fá kærleiks anda hans útelt í hjarta sitt. Það breytti lífið þeirra og það var ekkert sem stoppaði á. Þau voru óstöðvandi. Á meðan þeir eru að jafna sig eftir barsmiðarnar, þá hitta þeir fyrir gyðing sem hann var töframaður. Hann var falskur spámaður, þar að segja hann þóttist heyra frá Guði og tala spámannaður gáfu, en hann var svona magician, hann var svona töframaður. Og hann bar þetta sérstaklega nafn, Bar Jesús, sonur Jesús. Elimas var hann einnig kallaður, en þeir eru að jafna sig og það að gróa eins að sárin, ekki þó alveg orðin gróin, og þá hitta þeir þennan mann. Og þessi Bar Jesús, hann starfar við hirð rómverska landstjórans í Kýpur. Sá hét Sergius Páll. Sergius Páll var mjög greindur maður, skarpur maður, og hann hafði heyrt boðun Barnabasar og Sáls og hann býður þeim til sín að koma og útskýra þessa nýju trú. Og meðan þeir eru að segja honum frá Jesú Kristi, þá kemur Bar Jesús og reynir að trufla samtalið og vinna í gegn boðskapnum. Þá segir frá þessu í postulasögunni að Sál horfði þá fast á hann og ávítar hann og samstundist blindast hann. Við verðum að staldra þess við, því að það er oft sem við erum að lesa eitthvað svona, býtum við, hvað svona pirringur þetta í Guði? Bar Jesús vissi bara ekkert betur, hann heldur þetta sé bara villu trú og er að reyna að trufla og eðilegja það að Sergius Páll sem hann var að vinna fyrir, takja móti þessari villu trú. Og Páll horfir eitthvað á hann og skammar hann og þá bara blindar Guðan. Já, þetta ekki alveg svona. Guð ekki að hefna sér einu eða neinu, en hann blindast. En hvað gerist þegar hann blindast? Hann fikk eftir sjónunum síðar, en hvað gerist? Landstjórinn, Sergius Páll, verður vitni að þessu. Hann var djúpt snortinn af kenningunni eða kennslunni,
en nú sér hann kraftaverk, hann segir, vá, bíddu við. Þetta var til þess að hann tók trú á Jesú og það að landstjóri rómverska heimsveldisins taki trú á Jesú Krist hafði mikil áhrif á boðun orðsins á því svæði. Þannig að þetta var hluti af svona áætlunum það að koma orðinu áfram. Það var enginn sem neitt það, bara Jesús lærði sína leksíu líka, að vitum við. Og landstjórinn, það segir í Póstulasögunni að landstjórinn, hann sá þetta og hann var svo undrandi, það nema von. Veitu, hvað í gangi, hvers konar kraftur fylgir eiginlega þessari boðun, þessu orði, þessari kenningu. Og þarna, þetta er mikilvæg stund í allri boðuninni vegna þess að Sergius Páll, landstjóri, verður þarna fyrsti heiðinginn, fyrsti maður utan Ísraels, utan gyðingasamfélagsins, sem skráður í ritningunni, sem tekur trú á Jesú Krist vegna þjónustu Barnabasar og Páls. Hann sem sagt, það getur vel að einhver hafi tekið á móti því áður en það ekki greint frá þeim. Þetta fyrsti sem skráð. Nú gerist annar hlutur sem að sumir kannski botna ekkert í og nema von. Páll nefnilega veikist á þessum tíma, eða Sál veikist. Og má vera að vandarhögginn hafi ítt undir það að einhver veikburða eða kannski verið eitthvað lasin fyrir og svo verður þetta til þess að hann verður alvarlega veikur. Og stöldur maður við áður við förum í hvað gerðist þarna, eða hver eftirfylgdin eða lækningin er. Hvernig stendur nú á því að Sál veikist? Þeir eru að vinna kraftaverk þegar hægur og vinstri. Þetta minnir á orðin sem Jesús fekk á krossinum. Þú getur ekki hjálpaði nú sjálfur, stigðu niður á krossinum. Og Jesús hafði sjálfur sagt að kynslóðin sem hann lifði og starfaði í, og þetta er enda satt fyrir okkar kynslóð líka og hefur verið aldir síðan, að við heimtum tákn. Við viljum tákn. Sýndu mér. Jú, Sergius Páll, hann hreifst af þessu stóra tákni sem gerðist það þegar bara Jesús blindaðist þarna einhvern bleik. En það var orðið sem fór inn í hjarta hans. Og það er ekki alltaf, þarna eins og þarna til dæmis, okkur bara lagði Barnabas ekki hendur við Sál og sagði bara í Jesú nafni vertu heill, og hann var heill. Nei, lífið er ekki alveg svart og hvítt alltaf. Guð er alltaf takt eftir með áætlun. Guð er alltaf með áætlun. Og hans samskipti við okkur og okkar samskipti við hann gang út að við lærum að treysta. Við lærum að treysta kærleika hans. Alveg sama hvað kemur upp á í lífinu. Að þú og ég, og þannig þessu tilfelli Sál, lærum að treysta honum. Ég skil ekki allt sem er í gangi, en ég þarf ekki að skilja það heldur. Ég ætla að hvíla í þér, ég ætla að treysta þér. Ég er sköpun þín, þú elskar mig eins og ég er. Þú elskar mig nákvæmlega eins og ég er. Og þú var líka með sér sjúkur núna eða eitthvað mikið eða þetta gerast. Þá hef ég ekki aðeins trú á þig og ég treysti þér. Sjáu, von, þú getur vonað það besta. Trú, þú getur trúað það í öllu þinni góða, og traust. Traust er dýpsta staðan í þessu, þess að þú ert algjörlega bara í hans höndum, veist það að Guð skapaði þig, veist það að Guð elskar þig, veist að þú ert elskuð eða elskaður af honum, veist að hann hefur tilgang með lífið þínu, veist að hann er að kenna þér, veist að þú ert hér á jörð til að læra, alla þessa hluti, og í því ætla ég að treysta honum. Ég var ekki hissa, þó að sé ekki greint frá þarna að Barnabas og Markus hafi jafnvel reynt að lækna og beðja fyrir Sálarna, þeir eru örugglega beðið fyrir honum. En hann er veikur. Og Sergius Páll á ættingja í Pisidiu í Galatíu hérna upp á landi, það sem er eins og ég segi Galatíu svæðinu sem að núna er Tyrkland. Þar á hann ættingja, svo hann hvetur postuluna til að fara til þeirra. Það sem að
Hann getur fengið aðhlynningu og læknishjálp, það eru læknar að geta hjálpa honum og sinnt honum. Og það var ekki bara það sem að Sergius Páll hafði í huga, heldur líka, þá getið þið farið og þið getið sagt ættingjum mínum frá fagnaðarerindinu. Svo þeir gera það. Þeir sigla, þeir samþykkja og þeir fara borð í bát og þeir sigla norður. Þeir eru sigla frá Pafos til Perge í Pamfíliu, þetta 300 kilometrar cirka. Ferðin hættuleg og það var mjög oft ókyrr sjór þarna. Sumir vilja meina og telja að ein af skipbrotum Páls, því hann lenti í skipsháska, átt sér staði mitt á þessari leið. Hann segir í öðru Korintarbréfi 11:25 að þrisvarsinnum hef ég liðið skipbrot, þannig að þrisvarsinnum verið borð í bát eða skipi sem að lenti í háska, sjávarháska. Nú þeir sigla og þeir fara til Perge í Pamfíliu, mikil hafnaborg, og eiginlega svona aðal gáttin inn til Antíókíu í Pisitíu, stórborgarinn Antíókíu. Þetta svona hafnaborg hennar, heiti Perge. Hún ein stærsta borgin í Litlu Asíu og höfuðborg rómverska héraðsins Pamfíliu. Í þeirri borg að finna meðal annars leikvang við alltaf 14.000 áhorundur. Þið munið rómversku leikvangana hringleikahúsin. Þar voru rómversk böð, stór íþróttasalur, torg, markaðsvæði, vassbrunnar og 3 vatnsleiðslu kerfi. Ég veit ekki hvort þið hefur komið til Tyrklands, og ef þið hefur komið til Tyrklands hvort þið fóru að skoðu Efesus, rústirnar í Efesus. Efesus á eftir að koma mikið við sögu. En ef ekki, þá hvet ég ykkur til þess að þegar þið kíkið þarna einhvern tímann, að fara til Efesus. Efesus var stórborg og þar gríðarlega mikið til rústum til að skoða frá rómverska tímanum. Þetta stórkostleg svæði að skoða og allir þessi salir, rómversku böðin, leikvangurinn, vatnsleiðslukerfi, þetta allt þarna. Rómverjarnir voru langt undan sinni samtíð með þessa hluti og þetta liði mættir. Það gerist svolítið núna þessari ferð, þessum leiðangri. Það verða tímamót, það verða svona umskipti í forystinu þessum litla trúbúshóp í þessari fyrstu ferð. Sál tekur við leiðtogahlutverkinu af Barnabasi og frá þessum tíma, þegar það gerist, þá hættir raunverulega Sál að nota hebraska nafnið sitt, Sál, og byrjar að nota grísk-rómverska nafnið sitt, Páll eða Pólus. Og þetta skiljanlegt að því liturinn til að þau eru komin algjörlega á kaf inn í rómverska heimsveldið og þar þekkir fólk þetta nafn Páll. Sál var hebraskt nafn. Og það einmitt, og þetta að síðast sem ég hef nefnum núna, það einmitt undir þessu nafni, Páll, svo síðar var kallaði Páll postuli. Hann átti eftir að vera þekktur allan hinn forna heim og allar götur síðan og í nútímanum sem Páll postuli til heiðingjana. Þetta upphafið hans þjónustu. Fyrst í Antíókíu eins og við vitum þegar hann kallaði til og síðan núna hann farin á stað í trúboðsferðir. Og ég gæti sagt núna the rest is history. Ég ætla ekki að gera það því við viljum halda áfram, en þarna fór aldan af stað. Það var allt fara af stað. Það fór staðrendar og leiðu fóru út úr Jerúsalem, það alveg rétt, móti sannsvega að fara, en nú þið konur út fyrir. Nú þið að fara út til allra þjóða og þetta átti eftir að breiðast enn víðar, þetta stórkostlega fagnarandi sem þetta fólk, Jesú fólkið, skammaði sín á engan hátt fyrir. Látum þetta duga í bili og við skulum biðja fyrir þau sem að geta og vilja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.